Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin á þennan kynningafund fyrir Coca-Cola bikarinn Final Four sem að hefst eftir örfáa daga, hefst á fimmtudaginn, stendur fram á laugardag og hingað í dag eru komnir leikmenn liðana, það eru fyrirliðar eða fulltrúar þeirra og svo eru þjálfarar hér úti í sal tilbúnir í spurningar frá fjölmiðlum á eftir en við ætlum að svona kíkja eins á stelpurnar. Það eru tveir leikir á fimmtudaginn, það er annars vegar Valur Fram. Hann hefst klukkan 18 og það er leiki í DB Schenker höllinni á Ásvöllum, þar sem að Laugardalshöllin er í slipp og svo er það klukkan 20:30 KA Þór FH og það eru hér fulltrúar frá Val, Fram og FH. KA Þór því miður forfallast á síðustu stundu en vonandi fáum við einhver viðtöl við þau bara síðar í vikunni. En ég ætla að byrja að kíkja hérna á Valur Fram sem að hefst klukkan 18 næstkomandi fimmtudag, 30. september og við byrjum bara á leikmanni Vals, Lovísa Thompson. Nú hafið þið unnið HK og IBF á leið ykkar í þessi undanúrslit. Nú er það framliðið. Hvernig leggst þetta bikarverkefni í þig og ykkur? Ég myndi bara segja mjög vel. Valur Fram eru yfirleitt alltaf hörkuleikir eins og flestir handboltaennendur þekkja, þannig við býst ekki við öðru en því þessum leik. Akkurat. Nú svona hafið þið líklega flestar ef ekki allar í þínu liði reynslu af svona erfiðum leikjum, þar sem er hátt spennustig, sumar af ykkar leikmennum ennþá að spila þessi leiki í yngri flokkunum og hafa líka reynslu af þessum meistaraflokksleikjum. Hvernig svona finnst þér best að halda spennustiginu réttu fyrir svona verkefni? Löng spurninga, það var mikið. Nei, þetta er bara, þú veist, mæta í þetta eins og hvernig annan leik. Ég meina, já, þetta er ótrúlega skemmtilegt verkefni og alltaf ný reynsla sem kemur og fylgir því þegar við spilum þessa leiki. Þannig ég veit ekki annað en að fólk þarf bara að taka þessu skemmtilega og spila sinn leik. Ég held að spennustig hjá mínum leikmönnum og mínu liði sé bara svolítið út allt alltaf, þannig að ég held að þetta sé bara virkilega skemmtilegt. Mjög gott. Hvernig svona, nú hefur þetta alltaf verið í Laugardalshöll, nú spilum við í DB Schenker á Ásvöllum. Hvernig leggst þið í að spila svona þessa stórleiki þar? Nú hefur þetta kvennalandsliðið spilað þar einhver heimaleiki. Er þetta gott hús fyrir svona verkefni? Já, ég finnst það. Þetta er bara mjög flott heimili og ég er bara mjög spennt. Mjög gott. Þá færum við okkur yfir til Hildar sem er í miðjunni að því hún er í blárri treyju. Það var allt stíliseraðina fyrir útsendingu. Þeir sátu hjá í 16 úrslitum, unnu síðan Hauka í 8 úrslitum til að komast hingað. Já, eins og ég bara sagði við hérna Lóvísundla framliðið, þeir að mæta hérna liðið sem við lofisennumnir að þetta er liðið sem er alltaf með svona spennuleiki innbyrðis. Hvernig leggst þetta í þig og hvað þurfa að gera til að vinna Val? Þetta leggst bara mjög vel í mig sko, og okkur. Það sem að gera þess að vinna Val er náttúrulega bara dálítið að einblína á okkur sjálfar og ná góðan leik á fimmtudaginn. Þetta er náttúrulega eins og segir spennustig er hátt í þessum leikjum og við þurfum dálítið að ná að halda því niðri, reyna að komast í þetta svokallað zón og ná að njóta leiksins. Þannig að við bara stefnum að hafa mjög gaman. Akkurat. Er einhverja líkur á að þetta verði ekki stál í stál frá fyrstu til síðustu mínútu? Nei, ég held ekki. Ég held að það verði bara mjög skemmtilegur og jafn leikur. Og það er alveg skrítið að spila þessa leiki núna þegar þú ert ekki búin að spila við liðið í deildinni. Og alveg alltaf með kannski smábreytt lið með Hildigunni að koma heim úr atvinnumennsku og síðan er Sara í markinu sem alltaf kemur frá okkur, þannig að hún þekkir okkur helviti vel. Þannig að þetta verði held ég bara mjög jafn og skemmtileg leikur. Einmitt. Hún minnist á þetta kannski ekki að spila við liðið í deildinni. Það eru 2 umferðir búnar á Íslandsmótinu. Er skrítið að fara í Final Four helgi núna? Það er náttúrulega öðruvísi að því vanlega maður er búin að spila kannski við liðið 2 sinnum yfir tímabilið og byrja svona aðeins að þekkja liðið. Ég segi nú ekki að ég þekki ekki Val ágætlega. Við hefum nú spilað nokkra leiki í gegnum tíðina. En það er svona, þú veist, áherslupunktar og annað sem maður hefur verið svona leikreina þegar maður hefur spilað þetta sem sagt eftir áramótin. Þannig að þetta er svona dálítið að maður veit ekki alveg hvernig að því eins og Valur er kannski með smá breytt lið í ár. Einmitt. Nú að því að þegar við kannski spila þessa leiki svolítið oft, Fram og Valur farið í undanúrslit og úrslit,
muna miklu að fá núna 1 frídag á milli gegn því að spila sér á föstudag og laugardegi eins og stundum hefur verið sem að kallarnir lendi núna. Finnst ykkur betra að fá heilan frídag þarna? Við náttúrulega, kannski framlegin erum alltaf að vera aðeins eldri. Þannig að jú, það er ágætt að fá þarna 1 dag á milli aðeins til þess að undirbúa næsta leik. En ég meina, þetta er náttúrulega bara leikurinn á 50 daginn og ef þú vinnur hann ekki þá kemst ekki áfram. Þannig að hausinn er alls ekki komið þangað. Nei. Að fara að pæla í einhverjum Pæli frídeginum, ok. Þá er ég bara að pæla honum, ekkert mál. Takk fyrir þetta. Þá kíkjum við á seinni leikinn sem hefst 20:30 nema að þetta fari í framlengingu og vító og vesen en við reynum að halda dagskrá. 20:30 KA Þór FH. KA Þór því miður forfallust frá því að mæta í dag en við erum með Fanney Þóru Þórsdóttur frá FH. Þeir eru búin að slá Selfyssinga og Víkinga úr keppni, byrja í grilldeildina mjög vel, búin að vinna fyrstu 2 öruggir sigrar. Hvernig leggst þessi Final Four bikarhelgi í ykkur? Mjög spennandi bara. Þetta er náttúrulega bara búið að vera markmið mjög lengi að komast í Final Four, saman hvernig maður fer að því. Og þannig að það leiði sér mjög spennt og langar að gera mjög vel í þessu verkefni. Þannig að þetta leggst bara mjög vel í okkur. Ok, og kannski framhald af því, þú veist nú er það að spila í grilldeildinni, hafi vissulega verið í efstu deild og margar með smá reynslu, það er ekki það, en nú er það að mæta Íslandsmeisturunum, hvernig leggst það svona sérstaklega það verkefni bara? Bara mjög gaman. Nú spilum við á móti þeim í fyrra í Úrlís, en þannig að það tímabil er eiginlega ekkert búið ef maður er að líta á þetta þannig. Þetta er náttúrulega bikar sem átti að vera í fyrra. Þetta er hörkulið og ef ekki bara búin að bæta sig síðan í fyrra. Þannig að, jú, bara spennandi, sko. Ok, og kannski að lokum fyrir ykkur F-fáinga, er eitthvað trublandi að þetta fari fram hinum einu firðinum? Alls ekki, ég held að það sé bara betra. Þetta er í Hafnarfirði og maður býr þarna og maður þekkir húsið og maður þekkir Haukahúsið mjög vel. Þannig að ég held að þetta verður bara svona að líta á það sem annan heimavöll. Ok, þannig að þessi hálftíma keyrsla úr miðjum firðinum er ekkert að trufla? Nei, alls ekki. Okay, mjög gott. Heyrðu, þá ætlum ég bara að þakka ykkur kærlega fyrir og glæsilegt að spjalla við ykkur. Fjölmiðlar geta tekið viðtal við leikmenn og þjálfara kvennaliðana hér á eftir. Og þá erum við bara að fara að fá strákana hér í panelinn. Það eru eins og hjá stelpunum 3 mættir þar því miður forföll hjá Valsliðinu sem að eru í Evrópukeppni. Ætlan er einn leikmaður sem er ekki að spila sökum meiðsla en hann komst ekki, þannig að þeir eru ekki með að þessu sinni. En við að sjálfsögðu óskuðum góðs gengis gegn Lemgo, leikurinn er annað kvöld. Áttu frábæran fyrirleik fyrir nokkrum dögum og óskuðum, já, eins og sé, góðs gengis. Þeir eiga fyrirleikinn í Coca-Cola bikarnum á föstudaginn, 1. október gegn Aftureldingu. Sá leikur er klukkan 18:00 í DB Schenker-höllinni. Og já, við förum bara þá beint í Einar Inga Hrafnsson sem er mættur hér fyrir hönd Afturlendingar. Þið vinnið IBF í háspennuleik í 16 úrslitum og 5 marka sigur gegn grilldeildalið Fjölnis í 8. Hvernig leik má búast við gegn gríðarsterku Valsliði? Jú, ég held að maður bara búast við jöfnum og spennandi leik, sko. Við lítum á okkur bara á sama leveli og Valur þessa mundir og við ætlum bara að bjóða upp á hörkuleik. Það held ég. Nú er þið vantarlega flestir vanir þessu Final Four fyrirkomulagi. Hvernig finnst þér þetta Final Four vera versus hvernig þetta var svona kannski fyrir mörgum ára síðan og finnst þér verra að þessi spila dag eftir dag, föstudag og laugardag? Ég veit það ekki, það finnst svolítið eftir bara hvernig fyrirleikurinn er, sko, upp á allt þetta, hversu vel hún er að hvíla og þess að það, en svo er líka bara þægilegt að vera komin í ákveðin gír og ákveðin flóa sem þú þarft bara að haga þér eins og alvöru atvinnumaður í 2 sólarhringa sem að allt snýst þessa leiki og það er bara ógeðslega skemmtilegt fyrir alla. Akkurat. Svona því að Valslið er ekki kannski spurning sem ég ætla kannski að spyrja Róberta en heldur að hafa ykkur áhrif á Valslið. Það verður að spila Evrópuleik á morgun sem er þá 2 dögum fyrir þennan leik. Varandi álag ferðalög heldur að slíkt hafi áhrif eða er þetta bara bensín á þá að gera vel? Þeir fengu frí helgina í deild, sko, þannig að þeir eru bara þægilegt, sko. En ég veit ekki, þeir nota þetta væntanlega bara til að keyra sig upp, sko, þeir fá bara að vera lengur saman og undirbúningur vera svolítið öðruvísi. Þeir kannski svona í ákveðnu mómenti geta tekið vídeófund kannski úti eða þess að það fyrir leikina móti okkur, sko. Þannig að ég held að þetta hjálpi þeim bara, sko, ef eitthvað er, sko. Það er ekkit,
3 tíma flug ekki raskat, sko. Akkurat. Þetta var bara upplegg á því, ég var bara að hjálpa þér að peppa fyrir leikinn, sko. En svo það seinni leikurinn, ef við kíkjum hann, það Fram Stjarnan, hefst klukkan 20:30. Að sjálfsögðu á ásvöllum DB Schenker, ef við byrjum á framliðinu, Stefán Darri Þórsson. Þið unnuð í HK og IR á leiði ykkar hingað, nú mætið þið afar sterkur liði Stjörnunnar, hvernig leggst rimman í ykkur? Bara vel. Þetta eins og Hildur sagði, þetta svona aðeins öðruvísi að byrja tímabilið á þessum bikar. Við erum ekki búin að spila við liðin áður. Þannig að maður rennir svona aðeins blind í sjóinn, maður ekki mjög mikið efni til að skoða og fara yfir, en ég var nú í Stjörnunni sín tíma og Einar með ásamt Einari og við þekkjum þetta lið ágætlega og við höfum átt bara hörkuleiki í gegnum tíðina, þannig að ég býst ekki við neinu öðru. Nú hafið þið kannski verið svolítið þekktir í gegnum tíðina fyrir mikla stemningu, kannski sama hvað bjátar á í Safamýrinni og oft verið upp og niður. Hversu peppar verið þið á föstuskvöldið þegar flautað til leiks? Ég bara eins peppar og getum orðið held ég. Á sama tíma kannski og reynum að bara halda í vögun og spila okkar leik. Þetta bara einn leikur og ef hann gengur ekki upp þá verður ekkert meira, þannig að það snýst bara að fókusera það og reyna að ná bara topp frammistöðu. Mjög gott, það ein spurningur sal á þig, ekki úr þessum sal reyndar, ég ætla ekki að segja hvað sal, en það spurt hvort þessi fræðilegur að þú fáir frammerkið húðflúra á þig ef að framverður bikarmeistari 2021. Mér þykir það svona ólíklegt sko, en okay. Við kannski finnum einhverja lendingu. Já, pínulega, þetta liðsfélaginn sem sendi þetta inn, en ekkert mál, hann held að væri svona peppar og væri til í þetta, en þið ræðið þetta eftir á einhver. Tandri, fyrir hönd Stjörnunnar, þið unnuð Gróttu í 16 úrslitum og KA í 8 úrslitum. Hvað þarf að gera til að vinna framliðið á föstudaginn? Þetta snýst, koma ykkur að frasa kannski. Nei, ekki enga frasa, hendur sér bara. Að spila góðan varnarleik og koma bara tilbúin í leikinn. Því að eins og Stefán var að segja, þá þetta, maður þarf að vera heldur peppar í þessa leiki og þetta ógeðslega skemmtilega leikir. Það snúist náttúrulega bara aðalega okkur sjálfa, hvað við ætlum að gera. Og ég heldur bara rétt stemdir sé svona kannski nummer 1, 2 og 3. Já, mjög gott. Þeir eru búin að spila 1 leik í deildinni, mikill markaleikur gegn Aftureldingu. Hvernig tilfinningin að fara beint í Final Four eftir 1 leik í deild? Mér finnst það bara ótrúlega skemmtilegt og mér finnst þetta konsept einhvern veginn núna að það ekkert beint í bikar, þannig að þú ert bara all in í fyrsta leik. Já. Og mér finnst það bara ótrúlega skemmtilegt og einhvern veginn getur ekki gefið neitt eftir, sko. Ok. Kannski að lokum, leikurinn ykkar getur verið að klárast kannski í kringum miðnætti, svona það bil. Og dugar hálfur sólarhringur í endurheimt fyrir stærsta leik ársins ef þið komist þangað? Já, klárlega, ég held að býta ekkert á mig, en ég veit ekki með Gunnarstein, hann getur verið svolítið slappur. Ég veit að Einar er líka helviti slappur ef hann fer áfram. Nei, það eru engar áfram. Nei, ég meina þú ert bara í einhverju sóni og þú bara tekur eina verkjatöflu og ert að drepast og spilar hann leik. Það er ekkert engar afsakanir. Nei, ég hef engar ákveð, ég er bara að reyna að búa til fyrirsagnir og fá okkur að svara einhverju, sko. Þannig að þetta er ekkert flóknar af það. Eitthvað að lokum, vil ég koma einhver skilabúðum til fólksins hérna út í sal eða heima eða til mín eða eru góðir? Nei, ég vona bara sem flestir mæti á leikina og búið til alveg stemningu því að þetta er ógeðslega skemmtilegt. Ég held sér bara geggja, þú veist, byrja í október á því að sé Final Four í handboltanum, sko. Ég held að það sé svona ákveðið púst fyrir fólki sem var að kjósa helgina að mæta næstu helgi og horfa á handbolta. Bara nýja Laugardalshöll og peppa aftur í febrúar og allir kátir? Já. Ok. Heyrðu, kátir og klárir í slaginn, strákarnir. Miðasalan fer fram á Stubb. Ég vona hún sé hafin því að ég held ég átt að segja hún væri hafin. Þannig að ef hún er ekki hafin þá hefst hún innan skams fyrir eftir hvernig það horfa á þetta. En hún er örugglega rétt hafin. Þannig að kaupið með þar, kíkja á völlinn og fyrir hönd Coca-Cola og HSI þakka ykkur kærlega fyrir komuna í dag og óska ykkur góðs gengis og segi bara áfram handbolti allir á völlinn. Takk fyrir okkur. Takk fyrir það.